Ég bara tilbúin. Þetta komið? Já, góðan daginn. Kæru bæjarfulltrúar og aðri tilheyrendur og gestur í sal. Í dag bæjarstjórnarfundur númer 516 sem haldinn í fundasal bæjarstjórnar í stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði og í dag 1. júní 2023 og klukkan 17:01. Við klinkum ekki á að byrja 1 mínútu yfir. Og mætt eru Gylfi Ólafsson, Jóhann Birgir Helgason, Kristján Þór Kristjánsson, Nanný Arna Guðmundsdóttir, Finney Rakel Árnadóttir, Steinunn Guðný Einarsdóttir, Elísabet Samúelsdóttir, Sigríður Júlía Brynleifsdóttir og Arna Lára Jónsdóttir og starfsmaður fundarins Bryndís Ósk Jónsdóttir. Fyrsta mál á dagskrá þessa fundar ársreikningur Ísafjarðarbæjar 2022. Bæjarstjóri leggur fram til síðari umræðu ársreikning Ísafjarðarbæjar og stofnana hans og fyrirtækja fyrir starfsárið 2022, eins og sjá má í meðfylgjandi fylgiskjölum. Orðið laust ársreikning Ísafjarðarbæjar. Arna Lára, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu tilheyrendur og gestur. Það þetta engin breyting á ársreikningur frá því fyrir umræðu, niðurstöðutölurnar það sömu, sem gott. Sem sýnir það að þetta sé nú í lagi, en nú höfum við líka fengið staðfestingarblað og endurskoðunarskýrslu endurskoðenda, þannig að það allt upp á punkt og prik, þannig að okkur ekkert á vanbúna en að samþykkja ársreikninginn í síðari umræðu. Hann fer þá bara beint til ráðuneytisins og til Hagstofunnar og og ég auðvitað til umræðu eða þið viljið spyrja eitthvað ársreikninginn, en það hefur ekkert breyst frá því fyrir umræðu. Takk fyrir þetta, Arna Lára. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum fundarlið? Svo ekki, þá ber ég ársreikninginn upp til samþykktar og bið ykkur að gefa mér merki ef þeir samþykkt. Já, hann samþykktur samhljóða. Annað mál á dagskrá ofanflóðavarnir við Flateyri. Þetta tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar nr. 609, en fundurinn var haldinn 25. maí síðastliðinn og að bæjarstjórn samþykkja að auglýsa tillögu að breytingum á aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008 til 2020 vegna ofanflóðavarna á Flateyri. Samkvæmt 1. málsgrein 36. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og lögum umhverfismat framkvæmda áætlana nr. 111/2021. Orðið laust þessa tillögu. Jóhann Birgir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestur. Hann heitir það nú ekki, en hann gestur. Ég ætla bara að bara fagna því að þetta sé komið á þetta stig, gríðarlega mikilvægt að við vinnum þetta hratt og vel og höldum föst á spöðunum þegar að athugasemdafrestur búinn og keyrum þetta í gegn þannig að framkvæmdir geti hafist í haust og við getum ekki látið Flateyringa fara inn í marga vetur viðbót án þess að byggðin sé varin. Mér líst vel á þetta bara vel fyrir komið og gott að varnargarður sé kominn fyrir höfnina. Takk. Takk fyrir þetta, Jóhann Birgir. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Já, Steinunn Guðný, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, aðri tilheyrendur og gestur. Ég ætla svo sem ekki að bæta miklu við. Fyrst, þetta tekur langa tíma að mörgum finnst. Ég held sér bara mikilvægt að við kannski upplýsum bara að því að, hvað maður að segja, það ekki allir sem að kynna sér hvernig ferlið og hversu lengi þarf að auglýsa og af hverju þetta ekki komið út og af hverju ekki gröfuna komin á stað. Að við bara höldum áfram að hafa þær upplýsingar, þannig að fólk
vitu átti sig á og kannski hafa það meiri skilning á hérna af hverju er ekki bara allt komið á fullt núna. Það sé svona hérna pínu, það vilja að þetta væri að gerast örlítið hraðar en þetta er samt það er ekkert að tefjast, þannig að fagna því og séum bara að fara svona fulla færði eins og rætt og hægt er að fara. Þannig aðalega bara upplýsingaflæði sem við erum að passa. Takk. Takk fyrir þetta, Steinunn. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Arna Lára, gjörðu svo vel. Forseti ágætt, ég ætla bara að taka þessa góðu ábæti frá Steinunni að við þurfum að passa að upplýsa íbúa og það er auðvitað þannig að þetta hefur auðvitað tekið langan tíma í undirbúningi og ég fekk einmitt fyrirspurt frá svæðisfréttamiðlunum í gær vegna þessa og það sem ég var krafin svara hvers vegna þetta var tekið svo langan tíma og það er auðvitað þannig að þetta er auðvitað heilmikið verk að endurhanna svona varnir og bara eins og við vitum, við höfum þetta setið marga fundi með Verkís og Kristínu Mörtu þar sem hún hefur verið að fara yfir okkur með líkinda útreikningana og með sýndarflóðinn og það er þetta vinna sem er þetta, hún er kannski ekkert opaslega sýnileg á yfirborðinu en það er gríðarlega mikil vinna sem liggur þarna á baki og það er þetta verið að leita fanga líka hjá sérfræðingum erlendis og allt með það leiðarljós að reyna að tryggja öryggi íbúa og ég vil líka taka undir með Jóhanni Birki að við verðum náttúrulega passa upp á það að framkvæmdirnar bara standist áætlun. Það fór náttúrulega bréf frá okkur strax í fyrra sumar til ofanflóðasjóðs að tryggja það að hröðum framkvæmdar yrði hraða eins og kostur er. Þannig að þegar skipulagsferlinu yrði lokið þá myndi ekki standa því að yrði því til framkvæmda. Og ég átti reynda fund með stjórnarmanni ofanflóðasjóðs núna í byrjun maí og þar sem ég ítrekaði þetta og ég gat ekki heyrt annað nema það veri fullur skilningur á því. Takk fyrir þetta, Arna. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þá ber ég til upp að bæjarstjórn samþykkja auglýsa tillögu breytingum á aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar vegna ofanflóðavarnar á Flateyri. Vinsamlegast gefið merki ef þeir eru samþykkt þessu og þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að þriðja máli á dagskrá. Það er íbúabyggð á landfyllingu norðan Eyrar, aðalskipulagsbreyting. Þetta er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar nr. 609 en fundurinn var haldinn 25. maí síðastliðinn og er að bæjarstjórn að aðalskipulagsbreytingi verði samþykkt óbreytt með vísan í 32. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Forseti óskar eftir að annar varaforseti taki við stjórn fundarins að meðan hann fær orðið. Gjörðu svo vel. Já, ég segi það orðið laust undir þessari og Sigríður ætlar orðið, gjörðu. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, hvort sem þeir eru í sal eða á netinu. Nú er komið að stóru máli frá skipamann og tillaga breytingu á aðalskipulagi. Er að ræða breytingu á aðalskipulagi sem snýr að íbúabyggð á landfyllingu norðan Skutulsfjarðareyrar. Og svo ég reki nú máli í stuttu máli, þá hófst vinna við þetta mitt síðasta kjörtímabil. Þegar tillaga landfyllingu kom fyrst upp í tengslum við umræður og ákvarðanir dýpkun hafnar og uppbyggingu hafnarmannvirkja. Í því ferli kallaði skipulagsstofnun eftir vandaðri vinnubrögðum af hálfu sveitarfélagsins þar sem færi fram valkostagreining meðal annars. Sú vinna átti sér stað og í framhaldinu var tekin ákvörðun í nefnd og síðan bæjarstjórn að velja þann valkost sem nú er fjallað Skipulagsferli hefur þá farið á lögformlegu leið sem ætlast er til slík verkefni en jafnframt var haldinn íbúafundur til að kynna vinnslutillöguna síðastliðið haust. Tillaga að auglýsingu á aðalskipulagsbreytingu var síðan samþykkt í bæjarstjórn í janúarbyrjun og eftir það fór hún til umfjöllunar og vinnslu hjá Skipulagsstofnun og þegar grænt ljós var komið þaðan þá fór
tillaga að breytingu aðalskipulags í auglýsingu og það var í marsbyrjun. Umsagnarfrestur, hann er alltaf í svona tilvikum minnst 6 vikur, en í þetta sinn var bætt betur og fresturinn rann út 2. maí síðastliðinn. Þá fékk skipulags- og mannvirkjanefnd umsagnir og athugasemdir til kynningar og á fyrri maífundi nefndarinnar þá var þetta kynnt og síðan kláraði nefndin úrvinnslu og að fara yfir umsagnir og athugasemdir og það var á síðasta fundi sem var fyrir viku síðan. Innsendar umsagnir og athugasemdir sneru meðal annars að útsýnisgerðingu, að verið að draga þau gæðum sem fjarangi yfir almenningi, hljóðmengun og raski, svo eitthvað sé nefnt. Að mínu mati er mikið að græða á þeim athugasemdum sem fram komu og telja mér mikilvægt að við vöndum okkur og lítum til þeirra þegar kemur að framkvæmda fasa og deiliskipulagsgerð í framtíðinni. Nú tengist þessi tillaga fyrirhuguðum framkvæmdum á uppbyggingu fyrirstöðugarðs við Norðurtanga. Sú umræða eða ákvörðun varðandi þann fyrirstöðugarð, hún hefur ekki farið í neinni umræðu hjá skipumann, skipulags- og mannvirkjanefnd og því aldrei verið þá rætt þar í tengslu við þessa aðalskipulagsbreytingu, en umræðan fór fram í hafnarstjórn sem hefur þá skipulagsvald við höfnina og hafnarmannvirkjum. Og einnig í bæjarráði. Það er freistandi að nálgast þessa umræðu á þeim nótum að sé að ræða 2 mál sem eru hins vegar nátengd, þar að segja aðalskipulagsbreyting og fyrirstöðugarður við Norðurtanga. Fyrirstöðugarður er hugsað til að verja höfnina en frekar fyrir efnisburði og er ætlað að fanga efni áður en það berst inn í innsiglinguna. Þetta er vandamál sem er þekkt af þeim sem eru kunnugir staðháttum og spurt hefur verið hvort sú framkvæmd sé endilega háð því að farið sé í þessa aðalskipulagsbreytingu. Svarið er ekki endilega eða mögulega er að smuga í lögum að þau heimili þá framkvæmd, þar að segja fyrirstöðugarðinn, en það er þó alls ekki víst. Að fara í aðalskipulagsbreytingu sé hins vegar mikilvægt að varða þessa framkvæmd, bæði til að hafa belti og axlabönd og einnig til þess að hönnun á fyrirstöðugarði rými þá við þá aðalskipulagsbreytingu sem verið er að ræða. Vissulega væri freistandi að geyma þetta, setja þetta bara á ís og láta þessa breytingu aðalskipulags bíða til endurskoðunar aðalskipulags Ísafjarðarbæjar 2020 til 2032 sem nú er í vinnslu. En eins og áður hefur komið fram þá er ekki öruggt að það gangi upp vegna þeirra framkvæmda sem fyrirhugaðar eru við fyrirstöðugarðinn við Norðurtanga. Útgáfa framkvæmdaleyfis vegna vinnu við fyrirstöðugarðinn hefur ekki átt sér stað. Þegar það verður gefið út mun ég beita mig fyrir því að skilyrði og vinnulag verði með þeim hætti að það lágmarki öll umhverfisáhrif sem sú framkvæmd kann að hafa á starfsemi fyrirtækja og íbúa á svæðinu. Það má gera til dæmis með að skilyrða hámarkshraða með tilliti til víbrings, skilyrða vökun, efnis og gatna með tilliti til svifryks og fokefna. Við þurfum að hugsa til framtíðar og huga því að hér í sveitarfélaginu sé tækifæri fyrir íbúabyggð að þróast og atvinnulífið að eflast. Það hvort tveggja þarf svo að púslast saman. Nú þegar er í gangi vinna við breytingu á deiliskipulagi á Suðurtanga þar sem ætlunin er að geta boðið úrval lóða til atvinnustarfsemi og þá liggur einnig fyrir að vinna við endurskoðun á deiliskipulagi miðbæjar með markmiði að auka framboð íbúða á svæðinu. Það eru forgangsverkefni sem varðar næstu aðkallandi verkefni sem við stefnum á að koma í framkvæmd sem fyrst. Ég vona að þetta hafi varpað ljósi á svona framtíðarsýnina eins og þetta lítur við skipulags- og mannvirkjanefnd og já, ég vil lokið máli mínu. Takk fyrir. Sigríður tekur þá við stjórn fundarins. Já, takk fyrir þetta, Jóhann. Orðið er laust. Jóhann, Birgir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, varir tilheyrendur.
Þetta mál hefur tekið dágóðan tíma sem svo sem ágætt að svona mál fái tíma til að þroskast meðal okkar og hægt að velta fyrir fleiri valmöguleikum og skoða, þannig að góðu hluti gerast hægt eins og einhver sagði. En ég ætla bara að þakka íbúum og umsagnaraðilum fyrir þessar fínu athugasemdir. Það ekki oft sem að íbúar í sveitarfélaginu okkar láta skipulagsmál varða eins og í þessu tilfelli. Og og það sérstakt í þessu tilfelli hvaða eru margir sem að skila jákvæðri umsögn skipulagsbreytinguna. Það frekar sjaldgæft að maður heyri og lesi þessa tegund af athugasemdum. Það yfirleitt þeir sem eru þá á móti sem að skila þeim og ég mjög ánægður að bara bæði í þessu skipulagi og öðru að vona að við sjáum líka hína hliðin. En ég skil mæta vel þessar athugasemdir sem koma frá íbúum í nágrenni Fjarðarstrætis og Sundstræti og þeir hafa þá sent það inn. Það svona, þetta hefur mun meiri áhrif á þessa aðila umfram þá sem búa lengri burtu eins og ég í Hnífsdal. Þannig að ég skil óskup vel, en eftir yfirferð á þessum athugasemdum sem voru bara mjög góðar og skilmerkilegar, þá vil ég taka fram að við erum að fjalla skipulagsmál, ekki framkvæmdamál. Ruslasofnun, sandfok, titringur, ónæði á framkvæmdatíma, þetta verðum við að taka sérstaklega upp við útgáfu framkvæmdaleyfis eins og forseti kom inn á hérna áðan og það á ekki heim í þessum fasa. Fínt að fá þetta inn í athugasemdirnar, en þetta ekki það sem við erum að taka til þegar við erum í aðalskipulagi og velja landnotkun. Þá getum við ekki verið að fjalla þetta. Því þetta náttúrulega alltaf, uppbygging hefur alltaf áhrif á samfélagið sama hvar við erum á landinu. Hins vegar skil ég óskup vel þessar athugasemdir sandfok og allt það. Við sjáum það hérna í landfyllingunni niður á Suðurtanga að mjög eðlilegt að þau hafa áhyggjur af þessu. En við erum með þetta á pappír og okkur ber að taka tillit til þess ef að veitingu framkvæmdaleyfis kemur og síðari tíma. Þá var ég nú búinn að skrifa hérna, ég ætla að taka eina umsögn út fyrir sviga og ræða hana sérstaklega, og nú gaman að forsvarsmaður hans nú hérna í salnum. Þannig að þeir hafa miklar athugasemdir og þá sérstaklega því þeir eru beggja vegna við landfyllinguna, bæði við Lýshúsfélagið og gamla Norðurtangan í Sundstræti. Þannig að en þá komið pínu óvart vegna þess að 9. maí 2022 var lagt fram drög að samkomulagi í bæjarráði uppbyggingu Keresis á Ísafirði á hafnar- og iðnaðarsvæði á Suðurtanga. Og þarna var talað 6.400 fermetrar byggingu sem hýsa átti mikilvæga starfsemi fyrirtækisins á Ísafirði. Og þetta þurfti að vera að lágmarki 8.000 fermetrar lóð. Og á þessum fundi bæjarráðs var lagt til í bæjarstjórn að samþykkja samkomulag og ég lít nú bara þannig á að fyrirtækið sé á leiðinni þangað og það er mín von að svo verði að fyrirtækið byggi upp myndarlega aðstöðu niður á Suðurtanga og fái til þess lóð við núna breytingu á skipulagi á Suðurtanga. Hins vegar talandi umferðarþunga og allt og framkvæmdatíma og svoleiðis,
þá má nú benda á það að líklegast verður flutningsleiðin notuð þjóðvegurinn, notaður Hrannargötu og út á fyllinguna þar og svo keyrt niður eftir. Það á kannski ekki við fyrir hann fyrirstöðugarði í fyrstu atrinu en að því að við erum að tala heildaraðskipulagi þá leit ég á þetta sem heildarlandfyllinguna sem þeir voru að gera athugasemdir við. Þannig að líklegast myndum við aldrei samþykkja flutning á slíku efni íbúðagötur. Við myndum reyna að fara þetta eftir þjóðvegi og aðra leiðir. Með hliðsjón af þessu skipulagi sem við erum að samþykkja, þá er ágætt að hafa í huga að nú er að ljúka uppbyggingu laxasláturhúss í Bolungarvík. Ísafjarðarhöfn er útflutningshöfn og það mun vera gríðarleg aukning á þungaumferð þá Hrannargötu og þá væntanlega Sólgötu í bakaleiðinni með fisk og annað slíkt. En meirinn hefur verið. Þannig að ég myndi telja að við ættum núna við þeirri endurskoðun á aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar sem að vísu bóla lítið á en þokast vonandi eitthvað áfram að skoða það að koma þungaumferðinni neðan eða hvað sem er austan Sundsstrætis niður á höfn. Þannig að þessi landfylling gæti þá beint þungaumferð frá Bolungarvík niður á hafnarsvæði fram hjá íbúðabyggðinni sem er gríðarlegur kostur. Það er ekki nema þrennt sem að er hægt yfir, undir eða fram hjá byggð. Í gegnum byggð er aldrei gott en það er þannig í dag og hefur reddast en fram hjá byggðinni væri mjög gott. Þannig að við ættum að hafa þetta í huga við endurskoðun á aðalskipulagi. Þannig að eftir þessa yfirferð mína að þá ætla ég að samþykkja skipulagsbreytinguna. Ég tel að hún sé góð fyrir samfélagið þó svo að hún komi illa við einstaka aðila en þá þurfum við bara að hugsa til framtíðar og vænti þess að það veri byggt hérna skart á næsta ári. Takk, Jóhann Birkir. Gylfi hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur. Hér er til umfjöllunar talsvert flókið mál sem að teygir anga sína víða, teygir anga sína yfir í þessa dýpkun sundana, uppdælingu efnis, hvert það efni á að fara, framtíðarskipulag íbúðarhúsnæðis, atvinnuhúsnæðis, þá yfirstandandi aðskipulagsvinnu sem hefur tekið lengri tíma en að var stefnt, breytingar á deiliskipulagi í miðbænum og breytingar á deiliskipulagi á Suðurtanga, og þetta hefur, og svo er það sandburður inn í sundin sem heldur áfram að gera hafnarsjóði skráveifu. Þessi mál allt saman spila saman á talsvert flókinn hátt en þessi dýpkun sundana er nú kannski ástæðan fyrir því að þessi skoðun á landfyllingu fór af stað til þess að byrja með en fyrirstöðugarðurinn er einhverju leyti ástæðan fyrir því að við erum að fara í þetta núna og látum það ekki bíða stóru aðalskipulagsbreytingarinnar vegna þess að þeir sérfræðingar sem þetta hafa talað í mín eyru segja að það sé nauðsynlegt að setja inn á fyrirstöðugarð en þess að sandburður sé orðinn óásættanlegur fyrir sundin. Þessi aðalskipulagsbreyting sem er hér til umfjöllunar, ég líti á hana sem þar með svona sem tvíþætta aðgerð. Annars vegar er það að gefa
formlegt leyfi fyrir því að fyrirstöðugarðurinn verði gerður til þess að verja höfnina fyrir frekari efnisburði. Það sé skammtíma, eða ekki skammtíma heldur svona á styttri tímaskala. Úr því að verið að gera aðalskipulagsbreytinguna þá sé eðlilegt að horfa til framtíðar og gera ráð fyrir landfyllingu norðan Eyrar, en að það verði ekki gert núna á næstunni. Forgangsmálin í mínum huga í skipulagsmálunum eru að atvinnuhúsnæði eigi heima á Suðurtanga og þar eru unnið að deiliskipulagi. Íbúðarhúsnæði á að vera í miðbænum, allavega svona næstu skrefin í uppbyggingu íbúðarhúsnæðis á að vera í miðbænum, á Landsbankaplaninu, á olíulóðunum, á litlum innfyllingalóðum sem eru hér víða bæinn. Það eru forgangsmálin við uppbyggingu vegna þess að það land er til nú þegar. Það breytir ekki því að við þurfum að hugsa til framtíðar þegar kemur að aðalskipulagsmálum og að fyrirstöðugarðurinn að hann sé í samræmi við það sem við gætum séð fyrir okkur á lengri tímaskala. Á grundvelli þessa eru þá nokkur skref eftir, væri þá ef að það ætti að fara að gera landfyllingu fyrir norðan Eyri, það þá í fyrsta lagi það þarf að gera deiliskipulag með öllum þeim skilmálum og pælingum, athugasemdaferli, rannsóknum og væntanlega einhverju valkostagreiningu, og svo er það hins vegar þá að leyfa þær framkvæmdir sem það þyrfti að fara í, og þar væri hægt að taka á ókostum sem að þessum hugmyndum eru samfara, sem meðal annars akstur flutningabíla og sandfok og þess áttar. Það hins vegar ekki það sem til umræðu hér, heldur svona þessi stóra mynd, þessi rammi. Ég mun því greiða þessu máli mitt atkvæði eftir og undirstrika bara að við uppbyggingu á íbúðarhúsnæði sé það miðbærinn og fyrir uppbyggingu atvinnuhúsnæði sé það Suðurtanginn sem sé forgangsmál. Af því að Jóhann Birgir nefnir akstur bíla í gegnum bæinn og mögulega gerð vegar framhjá Sundstræti og húsunum þar, að þá ætli nú að fá að segja það í þessari pontu að ég er svona frekar skeptískur á það að miða við það að láta bílana keyra í gegnum Sólgötu eða Hrannagötu og vera svo komin út á Pollgötuna, að þá sé það talsvert minni til kosta heldur en að fara út í stóreflisframkvæmdir með stórum vegum við Fjarðarstræti og Sundstræti til þess að ná fram því markmiði sem að það er stefnt að. Það er annað mál, en mér finnst alltaf að ég segi það hér. Takk fyrir þetta, Gylfi. Kristján hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar, tilheyrendur. Hér er komið mál sem búið að vera í vinnslu síðan á síðasta kjörtímabili og ætla svo sem ekki að fara að endurtaka það sem aðrir hafa verið að tala um, bara lýsa yfir ánægju minni með þetta. Ég held að þó að Gylfi horfi á þessar lóðir, við erum náttúrulega að breyta aðalskipulagi miðbæjarins, deiliskipulagi miðbæjarins með tilhugum að breyta lóðin þar sem er deiliskipulagi síðan 1993 og alveg komið tími til að endurtaka, en til framtíðar held ég að við öll hérna inni lítum á því að við viljum fjölga, við viljum nútímavæðast og ég held að ef að því kemur að það verður gerð landfylling þarna, sem ég vona svo sannarlega að það skipti þá mestu máli, að við förum bara jafnvel strax út í að sjá fyrir okkur hvernig landfyllingin verður, hvernig byggð við viljum hafa og skipulega geta bara þannig að við gerum það vel að íbúarnir verður bara stoltir af þessu. Við þurfum að auka í framtíðinni lóðir því að yngra fólkið mun vilja vera nálægt þjónustu. Það vill frekar vera í bíllausa lífstílnum og þessar lóðir þarna gætu við gert mjög vel. Við getum skipulagt þar í takt í gamla bæinn, við getum gert í rauninni bara að fara í samkeppnum, en ég held að aðalatriði í þessu máli er að við vöndum okkur við það ef það kemur að því að gera lóðir þarna eða gera byggð þarna eða gera eitthvað svæði, að við verðum bara stolt af þessu og til framtíðar held ég að allir muni vera ánægðir með það svæði ef við vöndum þá vinnu.
Það eru helmargir kostir við þetta. Þetta mun styrkja miðbæinn, þetta mun styrkja þjónustuðar að koma með byggðarna. Það mun vera auðveldara við bíllausa lífstílum þarna. Við gætum komið fyrir betri aðkoma fjörur heldur en í dag. Við gætum reynilega hannað betri fjörur til útivistar heldur en í dag. Það er alveg mjög margir möguleikar þarna sem við þurfum bara að fara að skoða og pæla í. Við erum náttúrulega ekki að gera það hér í dag, við erum bara að ákveða aðalskipulega að við eigum möguleika á þessu. En við gætum gert þetta held ég alveg óbáslega flott og alveg óbáslega vel ef við vöndum okkur og fáum bara hjálp við það. Þannig að allir verði ánægðir með þetta. Það getur verið grænt svæði, þarna útivistarsvæði eða hvað sem getur verið mannað. Getur jafnvel linkað á gamla garðinum okkar hérna og sett heitapotta þar ef við komum í nýjan garð þarna. En veist, það eru bara mjög margir möguleikar og þetta svæði er brilljant í það. Auðvitað fer útsýni frá ákveðnum stöðum, en útsýni hverfur ekki, sko. Þú þarf kannski bara að labba aðeins lengra í fallega fjöru sem er vel hönnuð með góða aðkomu, góðan garð eða eitthvað. Það er aðalatriðið. Veist, þetta er framtíðarsvæði að mínu mati og ég bara hvet okkur inni að bara hreinlega hugsa það hvernig við munum hanna það í framtíðinni. Kannski liggur ekkert á þessu, við eigum lóðir hérna. En þetta verður einhvern tíma framtíðarsvæði, vonandi. Heldur okkur áfram fjölga, vonandi þurfum við þetta svæði fyrir fólk, fyrir fjölbreyttar íbúðir, minni íbúðir, stærri íbúðir, þurfum svoleiðis lóðir. Við eigum einbýlisalóðirinn fyrir því, við gætum gert einbýlisalóðirinn í Hauganesi, en minni íbúðir fyrir fólk sem vil lifa án bílsins, lifi minni íbúðum, þannig er framtíðarsvæðið og ég hvet okkur bara til þess að samþykkja þetta, fara svo hugað í hvenær og hvernig framkvæmdi getur orðið og gera það bara vel. Takk. Takk fyrir þetta Kristján. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessu lið? Nanný Arna, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Mér langar til þess að taka undir með þeim sem hafa komið hér í pontu á undan. Sérstaklega langar mig til þess að taka undir það sem Gylfi sagði með áherslu okkar í skipulagsmálum, uppbyggingu og annað slíkt. Við erum hér að samþykkja breytingu á aðalskipulagi sem liggur fyrir vegna þess að við viljum gera fyrirstöðugarð til norðurs til þess að hefta sandburð inn í sundin sem er orðin verulega mikill og hann er orðin það mikill að út frá Mávagarði er að myndast til dæmis stór eyri sem er hættuleg innsiglingu smærri báta sem hafa nú þegar nokkur tekið ekki alvarlega niður en þó hafa hefur botnskipa sleikt rifið sem þar að myndast og þannig að þetta er svona aðgerð til að koma í veg fyrir það. Mér finnst líka mikilvægt að taka tillit til athugasemda íbúa sem komið fram. Þetta sannarlega aðgerð sem við nú farin núna með fyrirstöðugarð, hún mun hafa neikvæð áhrif á upplifun íbúa á sumrinu. Ég bara ætla ekki að neita því. Uppbygging hefur truflandi áhrif, þó hún sé jákvæð þegar til lengri tíma er litið, þá hefur hún truflandi áhrif á meðan á henni stendur. Og mér finnst mjög mikilvægt að það verði tekið tillit til að þeirra athugasemda sem kom hér inn varðandi þá þungaflutninga með grjót sem við ætlum að fara í núna í sumar og þegar það verði gefið út framkvæmdaleyfi fyrir þeirri aðgerð að það verði þá bara skrifað inn í það framkvæmdaleyfi hvernig er hægt að gera þetta með þess að minnstu raski fyrir íbúa. Ég vil líka taka það fram að áherslur okkar í skipulagsmálum er alveg ljósar. Við erum að skipuleggja atvinnusvæði á Suðurtanga þar sem við höfum lagt í miklar framkvæmdir. Við erum að leggja peninga í það svæði, við erum að málbygga það, við erum að leggja lagnir og við erum að taka upp deiliskipulagi þar. Við erum líka að leggja áherslu á taka upp deiliskipulagi í miðbænum að því að við viljum þetta byggð í miðbænum sem eins og Kristján tók fram hér áðan er orðið frekar mjög gamalt, kannski ekki alveg miðaldra en það er orðið gamalt og við höfum líka lagt áherslu á að byggja inn í botni Fjarðarins. Því að þó því að við erum hér á mismunandi æviskeiðum og unga fólki vill kannski vera hér nær skólum og þjónustu, að þá er líka mjög gott að byggja inn í firði þar sem sólin skín allan sólarhringinn, get ég sagt ykkur krakka mínir, og það er stutt á gólfvöllinn og stutt að labba út á skíðunum sínum og fara á fjallahjólinu bara í fjallahjólbrautirnar. Þannig að fjörðurinn hefur svo sannarlega
býður upp á sannarlega mörg tækifæri fyrir allan aldur, en við verðum að líta til framtíðar. Hér var tekin ákvörðun að fara í þessa aðalskipulagsbreytingu út frá valkostagreiningum. Fyrir 1,5 ári síðan þá vorum við hér í bæjarstjórn og ræddum þetta, þar sem við tókum ákvörðun að vísa öllum 4 valkostagreiningunum inn í aðalskipulagsbreytinguna sem að þá var heildar aðalskipulagsbreytinguna sem þá var í vinnslu. Þannig að ég á vona því að þegar nýtt aðalskipulag liggur fyrir, vonandi nær 26 heldur en 27, að þá séum við komin með 4 valkosti sem að við getum þá skoða grundigt í framtíðinni. En 25 segir formaður skipulagsnefndar, þannig að þetta er bara mjög spennandi. En ég mun samþykkja þessa breytingu á aðalskipulagi sem að liggur hér fyrir í dag og ég ætla að ítreka það að breyting á aðalskipulagi gerir enga framkvæmda skyldu á næstu dögum eða vikum eða mánuðum. Við erum að samþykkja breytingu á aðalskipulagi, allt sem heitir framkvæmdir kemur svo þar á eftir og hvort við erum að tala framkvæmd eftir ár, 2, 3, 10 eða 20 að þá er það bara næstu skref, en núna er það breyting á aðalskipulagi sem ég mun samþykkja. Takk fyrir þetta, Nanni. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Já, Steinunn, gjörðu svo vel. Forseti og aðrir tilheyrendur og bæjarfulltrúar. Ég ætla ekki að vera með þetta eitthvað langt. Við erum búin að taka vel á öllum þáttum, hver og einn sem er búin að koma upp og tala. Það sem að kannski, svo er búin að koma fram á þessu að samþykkja aðskipulagsbreytinguna. Þar og við fengum athugasemdir sem fórum vissulega yfir hverju og eina í nefndinni, skipa mann. Og ég talsmaður þess að allar raddir eigi að heyrast og taka tillit til þeirra. En við líka, þegar við vorum að hitta fólk fyrir kosningar, þá var svolítið svona mikil áhersla verið að leggja það á að við myndum horfa til framtíðar. Við varum ekki alltaf bara að hugsa til 2 ára, hvort það var í sundlega málum eða deiluskipulagsmálum. Og til okkur vera að því í dag, og því ætla ég að samþykkja þetta. Og þetta sé bara mikilvægt að athugasemdunum sé svo tekið tillit til þeirra þegar það er farið í framkvæmda ferli eins og búið að nefna oft og svolítið líka við erum alltaf að tala landtil líka, þetta er eitthvað sem margir hræðast það er ekki búin að sjá neina heildarmynd og leið og held ég að eins og Kristján tala og vonandi er það eitthvað sem að kannski margir og fleiri verða það bara ánægði með sem að er á móti í dag en aldrei hægt að gera öllum til gæðs en ég held þetta sé samt séum að stíga rétt skref svona til framtíðar að fara í þessa aðskipulagsbreytingu og svo hvað verður. Takk. Takk fyrir þetta, Steinunn. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum liði? Já, Jóhann Birkir, gjörðu svo vel. Forseti, gleymdi kannski að nefna áðan að okkur er náttúrulega skylt á aðalskipulagi að skilgreina íbúabyggð og fjölda og með við þá okkar stefnu í íbúaþróun. Við erum búin að fella út úr aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar íbúabyggð í Dagverðardal og á Suðurtanga. Þetta er fleiri hundruð íbúðir, eða allavega fyrir íbúar sem hefðu komist fyrir þar. Þannig okkur er skylt að finna stað fyrir íbúabyggð í stað þessara svæða. Og einn þeirra staða er þá á þessari landfyllingu til lengri tíma litið, það er að segja 12 til 20 ára. Ég vildi bara að koma því fram að það, þó svo við getum þétt, þá uppfyllir það ekki þær lóðir sem að fara á Suðurtanga og Dagverðardal. Takk fyrir þetta, Jóhann Birkir. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Arna Lára, gjörðu svo vel.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég mér finnst nú þessi tillaga breytingu hafi batnað mikið frá því hún kom fyrst fram árið 2020 og það er ekki síst vegna þess að íbúar og fyrirtæki hafa haft skoðanir á þessu máli og það var þetta haldinn hér fjölmennur íbúafundur og við höfum fengið ýmiss konar athugasemdir og ábendingar við vinnslu málsins sem eru afskaplega gagnlegar og þessi mikla áherslu á útivist og fjöru hefur verið sannarlega komið til skila og nú verður þá okkur hér í stjórnsýslunni að fylgja eftir þessum athugasemdum, það skipta máli. En þetta eins og hér hefur komið fram, þetta náttúrulega skipulagsbreyting og það verða engar búkallur mættur á morgun eða flutningabílar, það er ekki þannig. Þannig að þetta rauninni bara stefnumörkun til framtíðar. Þannig að við munum bara vinna með þetta íbúum og þeim aðilum sem hafa hagsmuna þessu máli að reyna minnka neikvæða áhrifin og reyna að hámarka þau jákvæðu. Takk fyrir þetta, Arna, Lára. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá ber ég tillöguna upp til atkvæða og bið bæjarstjórn að gefa merki ef þeir samþykkt því að aðalskipulagsbreytingin verði samþykkt óbreytt með vísan í 32. grein skipulagslaga. Þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 4. máli á dagskrá. Þetta var það svæðisskipulag vestfirskra sveitarfélaga. Þetta er tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1242 en fundurinn var haldinn 30. maí síðastliðinn að bæjarstjórn samþykki að Sigríður Júlía Brynleifsdóttir og Kristján Þór Kristjánsson verði fulltrúar Ísafjarðarbæjar í svæðisskipulagsnefnd Vestfjarða. Orðið er laust þessa tillögu. Og það er Gylfi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, hér er að hefjast vinna sem við teljum að sé einstaklega mikilvæg. Svæðisskipulagsgerð er svona langtíma verkefni þar sem öll sveitarfélögin þurfa að koma saman og hér erum við búin að velja, eða er tillaga að velja eitthvað 2 til þess að vera fulltrúar bæjarins í þessu verkefni. Mér finnst mikilvægt að orkumálin, og það hefur svo sem verið samhljómur það, að orkumálin séu aðal kannski þemað sem að þurfi að taka tillit til í þessari svæðisskipulagsvinnu. Orkumálin eru þannig að þau eru þvert, og sérstaklega eins og þau eru vaxið hér á þessum kjálka, þau eru þvert á skipulagsvald sveitarfélagana. Virkjun í einu sveitarfélagi hefur áhrif á orkuöryggi annars, virkjun í einu sveitarfélagi það þarf að tengjast kerfinu með raflögnum í gegnum annað sveitarfélag og svo framvegis, þannig að það er mikilvægt að sveitarfélagin séu öll samstíga í því hvaða ákvarðanir eru teknar. Þannig að ég styð þessa skipan og ég styð það að þessi vinna fari af stað. Ég styð einnig að því verið vísað til fjárhagsáætlunargerðar að peningar verið teknir til hliðar til þess að fjármagna verkið fyrir árið 2024 og eftir það úr vössum íbúa Ísafjarðarbæjar eins og vössum annarra íbúa Vestfjarða. Takk fyrir þetta, Gylfi. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir 4. lið? Arna, Lára, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég er mjög spennt fyrir þessari vinnu og það hefur sýnt sig á öðrum svæðum að svona vinna skila sér svo sannarlega. Hann Ólafur Þór, sveitarstjóri Tálknafirði, hann hefur sagt okkur frá vinnu sunnlenska sveitarfélaga, hvað allt gekk miklu betur milli sveitarfélaga þegar svona skipulag er komið á. Ég hef líka heyrt sömu raddir fyrir austan sem eru tilþrán nýbúin að klára sitt svæðisskipulag, þannig að ég er mjög spennt fyrir þessum tíma sem er framundan. Þetta var náttúrulega samþykkt á síðasta fjórðungsþingi, þannig að þetta er bara held ég mjög spennandi tímar og ég er sammála Gylfi því að við teljum að ættum að leggja áherslu á þessa innviði og ekki síst orkuna, því þetta er farið að valda okkur töluverðum vandræðum, þetta orku óöryggi sem við búum við. Takk fyrir þetta, Arna, Lára.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða. Vinsamlega skefum við merki ef þið samþykkt þessu. Og þetta er samþykkt samhljóða. Þá það 5. mál á dagskrá. Það varðar fjallskil 2023. Þetta er tillaga frá 16. fundi fjallskilanefndar sem haldin var 17. maí síðastliðinn að bæjarstjórn tilnefni leitarstjóra á svæði 3 í Mýrahreppi hinum forna frá Fjallaskaga að Alviðru, samanber 8. grein fjallskilasamþykktar fyrir Barðastranda og Ísafjarðarsýslur, númer 716 frá 2012. Orðið er laust þessa tillögu. Gylfi, gjörðu svo vel. Var það ekki? Ætlar þú að vera með það? Já. Forseti, bæjarfulltrúar, ég geri það að tillögu minni að bæjarstjórn taki afstöðu til hvort að bæjarstjóri Arna Lára Jónsdóttir verði leitarstjóri í Ok, þá fleiri sem vilja taka til máls undir þessu lið. Arna Lára, gjörðu svo vel. Já, forseti, og til bæjarfulltrúar, ég þakka traust formanns bæjarráðs. Hann veit þá náttúrulega að þessu fylgir því að þið verðið öll skipið í leitir. Ef ég leitarstjóri þá hlýtur þið að vera leitarhundarnir. Þetta er erfitt svæði viðuregnar, þannig að ég gerir að þetta verði svona ákveðin samhristingu bæjarstjórnar, það við förum að Fjallskaga að leita fé. Frábær hugmynd. Takk, Arna Lára. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Þá þarf ég að byrja því að bera upp þá tillögu sem auglýst var í samræmi við boðaða dagskrá það að bæjarstjórn tilnefni leitarstjóra á svæði 3 Mýrahreppi hinum forna. Og ef bæjarstjórn samþykkir þetta, vinsamlega skefum við merki. Það er samþykkt samhljóða og þá ber ég upp viðaukatillögu að Arna Lára Jónsdóttir verði tilnefnd sem leitarstjóri á svæði 3 í Mýrahreppi hinum forna frá Fjallaskaga að Alviðru. Vinsamlega skefum við merki. Þetta er samþykkt samhljóða. Þá það 7. mál á dagskrá, það er aðstaða fyrir ferðamenn. Þetta er tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1242 sem haldin var 30. maí síðastliðinn að bæjarstjórn samþykki viðauka 7 við fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2023 en áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar er aukinn kostnaður 1.310.000. Áhrif viðaukans á sveitarsjóð A-hluta er 0 og er því rekstrarafgangur óbreyttur rúmlega 77 milljónir og áhrif viðaukans samantekin A og B-hluta er þá 1.300.000 rúmlega og lækkar rekstrarafgangur þá úr 250 milljónum rúmlega í tæplega 250 milljónir. Orðið er laust þessa tillögu. Gylfi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur. Hér er til umfjöllunar hugmynd eða tillaga að settur verði peningur í að borga niður klósett fyrir skemmtiskipafarþega. Ég samþykki það fyrir minn hatt en vil undir þessum lið koma hér upp og ræða aðeins þessi salernismál í aðeins stærra samhengi. Ég tel að í fullkomnum heimi allra heima hefðu fyrirtækjaeigendur og stofnanir fundið einhverja lausn við að rukka skemmtiskipafarþega fyrir þá þjónustu að veita þeim aðgang að salernum. Það virðist ekki hafa náðst almennilega og má hafa fyrir því ágætis samúð að þegar skemmtiskipafarþegar koma í gusum en
ekki þess á milli að þá sé erfitt kannski að vera með aðstöðu sem að borgar þær framkvæmdir sem að þyrfti að fara út í eða þann rekstur sem að þyrfti að borga. Kostur B er þá að höfnin sem að hefur talsverðar tekjur af móttöku skemmtiskipa niðurgreiði eða hlutist til það með einum eða öðrum hætti að ásættanleg salernisþjónusta sé í boði í neðri bæ, miðbæ og efri bæ. Þannig að það sé sómi að og að það sé gott aðgengi fyrir alla og engum þá, og þar með talið þá hrumu gesti sem að oft fylla þessi góðu skip. Ég tel því að, sko, þar eru þá 2 kostir í stöðunni. Annar kosturinn er að bjóða út eða fara í verðfyrirspurn með misformlegum hætti það að þeir eigendur salerna sem að nú þegar eru í bænum, að þeir fái eitthvað greitt fyrir það og að þessi verðfyrirspurn eða útboð sé þá leiðin til þess að tæla fram eitthvað sanngjarnt endurgjald fyrir þá þjónustu og það sé þá einhver samningur sem að næði til 3-5 ára vegna þess að upplýsingagjöf inn í skipin dálítið seig og það þarf að vera eitthvað fyrirsjáanleiki í þessu. Það er verið að gefa út kort og það þarf að miðla upplýsingum út á neti og svo er það afritað yfir eitthvað annan vef og það getur orðið alls konar misskilningur. Þannig að við þurfum að gera það með langan, allavega millilangan fyrirvara. Og svo hins vegar tel ég að það sé tilefni til þess, af því að það er ekki láta þessum komum skemmtiskipa eða þeim náttúrulegu þörfum sem að þeim gestum fylgir, nema síður sé að það sé skoðað mjög alvarlega að skipulagsnefnd velti fyrir sér hvar ætti að staðsetja frístandandi salerni og að það sé skoðað hvernig þau gætu litið út svo að sómi sé að, svo að þau virki allavega yfir sumari, það þurfa nú ekki endilega að vera vetrarheld. Þannig að ég held að, ég ætlaði bara svona að koma þessu á framfæri hér í pontinu þó að ég ætla ekki að gera þetta inn í formlega tillögu sem að vera fram til atkvæða. Takk fyrir þetta, Gylfi. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, en það er rétt, mér ljáðist að taka fram að Arna Lára yfirgaf fundarsalinn á meðan á þessum meðan þessi lið eru tekin fyrir. Þá ber ég tillöguna upp til atkvæða og vinsamlega skrifa með merki ef þeir eru samþykk þessu. Og þetta er þá samþykkt með 8 atkvæðum. Þá erum við komin að 7. dagskrárlið, það er samningur umsjá knattspyrnuvalla á Torfunesi. Þetta er tillaga frá fundi bæjarráðs númer 1242 frá fundi sem var haldinn 30. maí síðastliðinn að bæjarstjórn samþykki viðauka 8 í fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2023 en áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar er krónu 0. Áhrif viðaukans á sveitasjóð A-hluta er krónu 0 eða óbreytt afkoma og áhrif viðaukans á samantekin A og B-hluta er 0. Orðið er laust þessa tillögu. Jóhann Birkir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég var aðeins hugsið þegar ég las yfir hann í 3. sinn örugglega. Nú er Ísafjarðarbær með samkomulag það að allir samningar við íþróttafélög verða að fara gegnum HSVAF. Ég hvergi sé það í þessu að HSVAF sé minnst í þessum samningi að hvort það ætti þá að gera hann samningu í HSVAF. Þekki það nú ekki alveg, en ég mun nú samt samþykkja þetta en ég veit bara allavega ekki að máls á þessu og svo veit ég til þess að það hefur kannski ekki alveg gengið sem skildi með þrif og annað sem er minnst í þessum samningi en ég sá á netinu að það er búið að auglýsa eftir stöðu í þrifin en allavega þá að ef ekki gengur að ráða í þessa stöðu sem var verið að auglýsa eftir að því verið þá fylgt eftir að samningnum verði framfylgt en ekki hann verði ekki látið danka.
Takk fyrir þetta, Jóhann Birgir. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Nanný Jarnum, gjör svo vel. Bæjarfulltrúar, forseti, aðrir tilheyrendur. Ég vil benda á eitt í samningnum sem að þarf að breyta. Það er sagt að samningstíminn sé 17. apríl til 17. október 2022. Við ætlum væntanlega að hafa þetta 2023. Þannig að það væri gott að breyta því. Og svo velti ég því fyrir mér af hverju sveitarfélagið stendur straum og kostnaði á þrif á húsnæði sem einhver er með til afnota endurgjaldslaust fyrir sjálfan sig og hver viðkomandi getur ekki þrifið eftir sig. Ég bara velti því fyrir mér af hverju það er þannig. Að þar sem ég sit nú í stjórn eins íþróttafélag sem hefur fundaraaðstöðu í þessu húsnæði, þá væntanlega eru þetta íþróttafélag sem eru að funda og það eru íþróttafélag sem eru að skipuleggja æfingar. Af hverju bara þrífa þau ekki? Mér finnst það furðulegt. Takk fyrir þetta, Nanný. Kristján hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég held að sé örugglega þannig Nanný að það sé verið óskað eftir þrifum á fyrstu hæð, vestri aðalstjórn er með aðra hæðina og sér hana og þrífur hana, en neðri hæðin hefur ekki verið þrifin. Allir þykir fyrir iðkendur í knattspyrnu, unga sem aldna, eins og er þrifið inn í íþróttahúsum og sundlaugum fyrir iðkendur þar. Takk fyrir þetta, Kristján. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þá ber ég tillöguna að samþykkja viðauka upp til atkvæða vinsamlegast gefi mér merki ef þeir eru samþykkt. Og þetta er samþykkt samhljóða. 8. liður á dagskrá, það er Tungubraut 10-16. Þetta er umsókn niðurfellingu gatnagerðargjalda. Þetta er tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1241 frá 22. maí 2023 að bæjarstjórn samþykki niðurfellingu gatnagerðargjalda vegna nýbygginga við Tungubraut 10, 12, 14 og 16 í Skutulsfirði í samræmi við ákvörðun bæjarstjórnar frá fundi nr. 499 sem var 7. október 2022. Skilyrði eru að framkvæmdir hefjist fyrir 31. desember 2023 og ljúki með lokaúttekt fyrir 31. desember 2026. Orðið er laust þessa tillögu. Og það er enginn sem hefur beðið orðið, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða vinsamlegast gefið merki ef þau eru samþykkt. Þetta er samþykkt samhljóða. Þá er 9. mál á dagskrá. Það er Eyrargata 11 á Suðureyri. Þetta er tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1242 að bæjarstjórn samþykki niðurfellingu gatnagerðargjalda vegna nýbygginga við Eyrargötu 11 á Suðureyri í samræmi við ákvörðun bæjarstjórnar á áðurnefndum fundi sem var númer 499. Skilyrði eru að framkvæmdir hefjist fyrir 31. desember 2023 og ljúki með lokaúttekt 31. desember 2026. Orðið er laust þessa tillögu. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá ber ég tillöguna til atkvæða vinsamlegast gefið mér merki. Já, þetta er samþykkt samhljóða. 10. mál, það er, þannig var einhver útskráning afsakið, ég þarf að komast hérna. Já, ok, afsakið. Ég var í máli númer, afsakið, var ég ekki í máli númer 10? Jú, já. Það er tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1242 að bæjarstjórn samþykki niðurfellingu gatnagerðargjalda vegna nýbygginga við Aðalgötu 17 á Suðureyri í samræmi við ákvörðun bæjarstjórnar á fundi nr. 499. Skilyrði eru að framkvæmdir hefjist 31. desember 2023 og ljúki með lokaúttekt fyrir 31. desember 2026. Orðið er laust þessa tillögu. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá ber ég tillöguna til atkvæða vinsamlegast gefið mér merki ef þau eru samþykkt. Þetta er samþykkt samhljóða. 11. mál, það er tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1242 að bæjarstjórn samþykki niðurfellingu gatnagerðargjalda vegna nýbygginga við Aðalgötu 19 á Suðureyri í samræmi við ákvörðun bæjarstjórnar bæjarstjórnarfunda nr. 499.
Skilyrði eru að framkvæmdir hefjist fyrir 31. desember 2023 og ljúki með lokaúttekt fyrir 31. desember 2026. Orðið er laust þessa tillögu og það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða vinsamlega skefið með merki. Þetta er samþykkt samhljóða. Þá eru það einhverju fundagerðir sem eru lagðar fram. Byrjum á bæjarráði. Þetta er fundagerð fundarnúmer Bittu nú við. Hér eru vitlausar dagsetningar. Þetta er fundagerð bæjarráðs númer 1240. Fundurinn, hún er lögð fram til kynningar. Hann var haldinn 15. maí 2023 og fundagerðin er í 16 liðum. Orðið er laust þessa fundagerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá er hún framlögð. Þá er það 13. mál, það er bæjarráðs fundagerð númer 1241. Það er fundur sem var haldinn 22. maí síðastliðinn og er fundagerðin í 9 liðum. Orðið er laust þessa fundagerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá er hún framlögð. Og lokum er það hérna fundagerð bæjarráðs nr. 1242. Þetta er fundagerð bæjarráðs sem er lögð hér til kynningar. Fundurinn var haldinn 30. maí 2023 og er fundagerðin í 16 liðum. Orðið er laust þessa fundagerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá er hún framlögð. 15. mál á dagskrá, það er fundagerð 16. fundar fjallskilanefndar. Hún er lögð fram til kynningar. Fundurinn var haldinn 17. maí 2023 og er fundagerðin í 2 liðum. Orðið er laust þessa fundagerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá er hún framlögð. 16. mál á dagskrá, það er fundagerð fundafræðslunefndar númer 453. Hún er lögð hér fram til kynningar. Fundurinn var haldinn 25. maí 2023 og er fundagerðin í 7 liðum. Er einhver sem vil taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá er fundagerð fræðslunefndar framlögð. 17. mál, það er íþrótta- og tómstundanefnd. Það er fundagerð íþrótta- og tómstundanefndar númer 241. Hún er lögð fram hérna til kynningar. Fundurinn var haldinn 17. maí 2023 og er fundagerðin í 7 liðum. Orðið er laust þessa fundagerð og það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá er hún framlögð. 18. mál á dagskrá, það er menningarmálanefnd, fundagerð 168. fundar menningarmálanefndar, lögð fram til kynningar. Fundurinn var haldinn 24. maí 2023 og er fundagerðin í 8 liðum. Orðið er laust þessa fundagerð. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá er þessi fundagerð framlögð. Og lokum er það þá fundargerð skipulags- og mannvirkjanefndar, fundur númer 609 sem haldinn var 25. maí síðastliðinn. Fundagerðin er í 9 liðum. Orðið er laust þessa fundagerð. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá er þessi fundagerð framlögð. Dagskráin er dæmd. Ég þakka bæjarfulltrúum fyrir góðan fund, starfsmanni fundarins fyrir góða vinnu og þeim sem áhlýddu fyrir komuna og ekki áhorf heldur áheyrn og segi fundi slitið.